Góðan og blessaðan daginn, ég heiti Friðberg Ennir Traustason og ég er lofgjörleiðtoginn í Lofstone Baptistakirkja og þú ert eins og að horfa á Apologia sem netþáttur þar sem við förum yfir ýmis málefni sem tengjast kristinni trú á einhvern hátt. Og það sem við vildum tala í dag í raun og veru hver tilgangurinn með hjónabandi samkvæmt Biblíunni. Því við sjáum í dag það er rosalega mikið það er rosalega vinsælt að hugmyndir hjónaband sé að ég elska þig svona mikið og við viljum svona veðja bara öllu draslinu okkar að við verðum saman það sem eftir er. Og þetta snýst rosalega mikið bara hversu mikið þú elskar hinn aðilann sem er náttúrulega ekki slæmur hlutur. En við viljum vita, þú veist, er það biblíulega skilgreiningin á hjónabandi? Er það sem Biblían talar þegar hún er að tala hjónaband? Þannig að við skulum aðeins kíkja í Biblíuna og sjá hvað hún hefur að segja með það. Og ef við kíkjum í Efesubréfið 5, vers 21 til 33. Sýnið Kristi lotningu og hvert öðru auðsveifni. Konurnar eiginmönnum sínum eins og drottinn. Því að maðurinn er höfuð konunnar eins og Kristur er höfuð og frelsari kirkjunnar, líkama síns. En eins og kirkjan lítur Kristi, þannig lúti og konurnar eiginmönnum sínum í öllu. Karlmenn, elski konur ykkar eins og Kristur elskaði kirkjuna og lagði sjálfan sig í söluna fyrir hana, til þess að helga hana með orðinu og hreinsa hana í vatnslauginni. Hann vildi leiða kirkjuna fram fyrir sig í dýrð án þess að hún hefði blett eða hrukku né neitt slíkt. Heilög skyldi hún og lýtalaus. Þannig skulu eiginmennirnir elska konur sínar eins og eigin líkama. Sá sem elskar konu sína elskar sjálfan sig. Enginn hefur nokkru sinni hatað eigið hold, heldur elur hann það og annast eins og Kristur kirkjuna. Því við erum límir á líkama hans. Þess vegna skal maður yfirgefa föður og móður og búa við eigin konu sína og munu þau tvö verða einn maður. Þetta er mikill leyndardómur, ég hef í huga Krist og kirkjuna, en sem sagt, hver og einn skal elska eiginkonu sína eins og sjálfan sig, en konan beri lotningu fyrir manni sínum. Þannig að það sem við sjáum í þessum versum er mjög greinilegt að þetta er ekki eitthvað sem snýst bara okkur tvö. Allan í kristnu hjónabandi þá er þetta ekki sem snýst bara maður og kona sem elskar hvort annað rosalega mikið og vilja bara stofna bú saman og lifa sínu lífi. En þetta snýst greinilega hver Jesús Kristur er. Hann er að tala hérna að hjónabandið á að vera að sýna fagnaðarerindi, á að vera að sýna hver Guð er og það sem hann hefur gert fyrir okkur. Og þetta snýst þá ekki eitthvað að veðja öllu draslinu okkar, að henda öllu saman í svona púkk og svona við elskum okkar svona mikið, við erum örugglega aldrei eftir að hætta saman. Heldur þetta snýst þetta þú veist, ég ger hvað sem er fyrir konuna mína eins og Jesús Kristur hefur gert allt fyrir mig. Og sama með konuna, hún beygir sig fyrir mér, fyrir manninum, fyrir eiginmanni sínum, ekki bara hvaða manni sem er, fyrir eiginmanni sínum, af fúsum og frjálsum vilja til þess að sýna lotningu sína til Guðs. Og þess vegna er hægt frekar að horfa á Kristi hjónaband sem lofgjörð til Guðs umfram allt. Það snýst fyrst og fremst Guð, hver hann er, hvað hann hefur gert fyrir okkur og það snýst það að í elsku okkar til hvers annars sem maður og kona þá erum við að sýna hvernig Jesús Kristur elskaði okkur fyrst þegar hann fór og dó á krossinum fyrir okkur. Takk æðislega fyrir að horfa á þetta myndband. Ef þú vilt að við tökumst á við spurningu sem þú ert með þá er þið velkomið að skila við komment við þetta vídeo. Þú getur einnig senda okkur e-mail á e-mailið hér fyrir neðan. Ef þú vilt vita meira kirkjuna sem framleiðir þessa þætti þá getur þú farið á lofstofan.is. Þú ert endilega velkomin á samkomur hjá okkur, við elskum að sjá nýtt fólk og ef þú vilt horfa á fleiri myndbönd þá getur þú ítt á linkinn hér til hliðar.